Signý Magnfríður Jónsdóttir, Gróustöðum, fædd þar og uppalin og búið á Gróustöðum alla mína hunds- og kattatíð. Foreldrar mínir eru Jón Freyrisson og Þuríður Sumarliðadóttir og Sumarliði afi minn, hann keypti Gróustöðina einhvern veginn 1930 eitthvað og byggði þá upp. Þannig ég þriðji ættliðurinnar. Voru foreldrar þínir bændur þar líka? Já, það. Tóku við af afa þegar hann hætti. Hvernig er að búa í Reykhólahreppi? Það er bara mjög gott, myndi ég halda. Hvað er svona gott við það? Já, nú veit ég ekki, kannski bara því að maður hefur hvergi átt annars staðar heima, en mér finnst bara svona gott að búa hérna, gott mannlíf, góði nágrannar. Nágrannar eru náttúrulega ekki metnir til fjár, góði nágrannar. Þannig að það skiptir dálítið miklu máli. Ætli sé ekki aðalega bæði bara umhverfið, náttúran, vera svolítið svona út úr, ekki alveg í alfaraleið og svo eins fólkið og mannlífið. Ég held að það skiptir langmestu máli að bara sé gott fólk í kringum hann. Ég held að það sé svona það sem skiptir mestu máli. Gætirðu hugsað þér að flytja? Eiginlega ekki. Hvað myndi fá þig til að flytja? Helst ef maður bara hefði ekki nú góð atvinnutækifæri hérna. Hvernig mat borðar þú helst? Aðalega kjöt, mitt eigið kjöt. Náttúrulega sauðfjárbóndi, þannig við borðum mest lambakjöt og rollukjöt náttúrulega. Og bara kjötvörur unnar úr eigin kjöti, bjúgur og hangikjöt, allt svoleiðis. Og svo náttúrulega fisk, helst að maður kemst í svona sem nýjastan fisk. Það er svona aðalfæðan hjá okkur. Myndir þú segja að mataræðið hjá okkur hafi breyst eitthvað í árunnar rás? Já, trúlega hefur hann breyst svolítið. Svona eftir því maður kynnist fleiri tegundum af eldamennsku þá svona kannski bætir maður við. En ég hef ekki hent út, ég hef ekki hætt að borða eitthvað sem við hefum alltaf borðað. Það er frekar að maður bara bæti við fleiri tegundum. Eru þið svona mest með svona hefðbundin sveitamat? Já, ég myndi segja það. En eru þið eitthvað með til dæmis eins og indverskan mat, mexikost eða eitthvað slíkt? Það sem kemur fyrir að maður fái svona franskan mat, að við þekkjum franskan kokk. En annars er það svona, allt sé ekki mest svona íslensku bara sveitamatur sem maður myndi segja. Kjöt og kjötsúpa og kjötbollur. Þessi hefðbundni. Þessi hefðbundni, já. Þið eru svolítið í bláskelinni. Já. Geturðu ekki sagt mér eitthvað frá því? Við byrjuðum að vesenast í þessu 2007 og það eru svona komin 2 ár sem við erum búin að vera eiginlega á fullu í þessu. Þannig það er veitt skel í Hvalfirði, það er svona aðalega hún er veitt þar, farum með hana í Krossfjörðinn og út í sjó, aðeins áframræktuð, mislengi. Og við erum með pökkunarverksmiðju í gamla sláturhúsinu þar. Og þar sem henni pakkað bara lifandi og það fer í veitingahús mest í 101 Reykjavík, 2 í viku. Og erum komið með nokkra starfsmenn og þetta eru eiginlega 2 fyrirtæki. Maðurinn minn og bróðir hans eiga sitt hvort fyrirtæki sem að reka þetta. Að mesta líkur á eða bara bláskel einhverstaðar í Reykjavíkinni eða hún sé frá okkur. En það er ekki bláskel sem er bara náttúrulega í sjónum þarna, þið þurfum að flytja hana frá Hvalfirði? Já, við þurfum eiginlega að flytja hana frá Hvalfirði. Við höfum þetta í Þorskafirðinum líka. En þetta er svo misjátt á milli ára hvort að hún sé á staðnum eða ekki. Eitt ára getur verið fullt af bláskel þarna, botninn fullur af þessu. Næsta ár þegar þú farið að gáa allar að veiða hana þar, þá er hún ekki þarna. En hvernig datt ykkur í hug þá að fara í þetta fyrst þið ekki með bláskelina í Króksfirði? Bara kynntust fólki sem var í þessu og ætluðum náttúrulega að byrja á því að fara að rækta hana bara með því að setja út línur. En svo var það bara of erfitt út af sjólægi og roki og svo fórum við bara að gera svona, prófa þetta líka því við vissum að þetta væri gert líka í öðrum löndum. Það er bara tekin og færð á milli staða. En hver er að tína fyrir ykkur í Hvalfirði þá? Það er ekki tínt. Þetta er veitt á bát. Við erum með stóra stálbát og svona hálfgerðan plóg sem að bara
skríður eftir yfirborðinu og það er bara fiskað upp í bátinn nokkur tonn í einu. Sem er komið með. Svo er komið með þau vestur, flutt vestur og þær eru þau flokkuð og hreinsuð og sett í stór búr, svona stórar kuðungagildrur út í sjó stundum. Já, til þess að geta bara híft þau upp aftur. Já.